1 við Gullinbrú. Bæn! Komið þið sæl. Það nú lítið að frétta hlýnandi veðri hjá okkur en þó nú þessi kaldi loftmassi sem að stjórnar veðrinu hjá okkur, hann nú svona aðeins að gefa eftir og við sjáum svona hvernig guli liturinn svona að reyna að byrja að læðast inn á landi hjá okkur og þetta þýðir það að hitatölur munu nú kannski hækka hjá okkur 1-2 gráður en ekkert neitt mikið meira. En ef við lítum á yfirlitskortið að þá norðlæg átt ráðandi hjá okkur og verður það áfram núna á morgun en síðan lægð hérna yfir norðursjónum sem að koma til okkar á mikilli hraðferð og á föstudaginn þá verður nú byrjar að rigna frá henni á Austurlandi og síðan fara nú skilin hérna yfir landið á laugardeginum og með einhverju úrkomu mest allt land. En ef við byrjum á að skoða hvernig Suðvesturlandi lítur út á morgun að þá það nú alls ekki svo slæmt, það verður spáð glampandi sól og gæti jafnvel orðið heiðskýrt. Það reyndar nú ennþá strekkings norðan átt hjá okkur en hitatölurnar verða svona hæstar á landinu hérna á Suðurlandi á morgun og þar gæti það svona hitatölurnar farið upp í kannski 14-15 stig þar sem að hitin verður mestur. Nú ef við förum hérna á norðvesturlandið að þá verður nú gert ráð fyrir því að það verði líka að mestu heiðskýrt hérna vestan til og verður allavega fínt á Vestfjörðunum. Vindur verður nú svona aðeins minni heldur en á Suðvesturlandi en hitatölurnar verða líka einnig aðeins lægri en þó ætti nú að geta orðið fínasta veður. Nú Norðausturlandið það heldur svarta pétri eins og oft áður undanfarið. Þar verður svona norðlæg átt og skýjað og hitatölur svona ekki nema 3-4 stig en þó má nú gera ráð fyrir því að það verði nú að mestu úrkomulaust. Ef við förum síðan á Suðausturlandið þá nú gert ráð fyrir því að það verði léttskýjað og hið fínasta veður, hitatölur svona víða svona í kringum 10-12 stigin. Þá nú gert ráð fyrir að það gæti nú orðið svona stínskaldi eða allhvasst vindur hérna austur af Vatnajökli og síðan eins hérna undir honum austan til. Ef við förum síðan áfram á föstudaginn að þá nú gert ráð fyrir því að norðaustanáttin haldi áfram hjá okkur. Það verði áfram léttskýjað hérna allt vestanvert landið. Nú aftur á móti skil að nálgast frá lægðinni sem að koma til okkar og það nú gert ráð fyrir því að það byrjaði að rigna hérna austan til á föstudeginum svona fyrirpartinn og síðan þegar þessi skil nálgast að þá verður nú væntanlega að fara að rigna hérna allt austanvert landið á svona föstudagskvöldinu. Og síðan á laugardeginum að þá nú gert ráð fyrir því að það verði sjálf lægðin verður nú hérna fyrir austanland, fyrir sunnaland, skilin verði yfir landinu þannig að það verði nú úrkoma mjög víða, hún verður kannski svona minnst hérna allra vestasta landinu en þó svona ef þessi spá gengur eftir að þá nokkuð ljóst að það verður engin landshluti sem að sleppur alveg. Og áttin verður austlæg, það verður svona einhver austan strekkingur í þessu og hitatölurnar þar verður nú svona á bilinu víða svona 5-10 stig. Nú síðan á sunnudeginum að þá verða þessi skil fyrir bí og aftur komin svona norðlæga átt hjá okkur. Það verður þá farið að létta aftur til vestanvert landið og sólin farin að skína en austan til gert ráð fyrir því að það verði nú þungbúið þó að það verði nú ekki gert ráð fyrir neinni úrkomu og hitatölurnar verða svona á bilinu svona 5-10 stig og þó svona víðast hvar. En á morgunin gert ráð fyrir því að það verði heiðskýrt eða léttskýjað landið vestanvert og einnig verður léttskýjað sunnanlands. Norðausturlandi verður væntanlega þungbúið skýjað en þó að mestu úrkomulaust og hitatölurnar verða svona frá 4 stigum hérna á Norðausturlandi upp í 15 stig hérna landið sunnanvert. Segir þetta gott að vera í bili. Verið sæl.